Hei. Þú veist samtalið að þú sést á meðan ég er að tala. Þannig ef þetta er svona. Mér finnst Embla Vala, Embla er dökkeða, Valur sé ljósaða. Við erum að byrja með þessa YouTube-rás sem heitir Skútan. Hún heitir Skútan af því að við eigum von á barni í nóvember. Við köllum áfættabarnið Skútan af því að þegar við erum nýbyrjar í ferlinu að reyna að eiga barn, þá fannst mér vanta eitthvað svona dulnefni til að geta að tala barnið og barnið mínar á ýmsum stöðum, til dæmis hamborgarabúllinni. Þannig að við sátum fyrir hamborgarabúllina á leiðinni inn og ég spurði Völu, hvað getur við kallað barnið? Hvað getur við haft sem dulnefni? Og við, hvernig var þetta? Við höfum í kringum okkur. Já, svo veisluð svona skútum. En það var alveg komið, skútan. Á netinu er til alls konar efni meðgöngur, fæðingar, það að vera foreldri, alveg þess að mér finnst hann slappa svona IVF-ferli, hvernig það er að fara í þannig og alls konar vídeó og fleiri. Sem kannski fannst ekki alveg að passa við okkur af því að við eigum ekki við frjósum í vanda að stríða. Við eigum bara við samkynhneigð að stríða. Það stendur öllum skjólum. Bara við eigum við samkynhneigð að stríða. Það er mjög lítið til stöðu eða reynslu fatlaðra foreldra. Ekki mikið á myndböndum eða bókum eða bloggfærslum til það. Og ég reyndi ekkert rosalega mikið heldur til hinsegin fjölskyldur. Nei, bæði svona, það var þetta svona inspo-porn. Já. Okkur langar sett ekki, við langar svona inspirational porn-vídeó, heldur bara deila okkar reynslu. Að það sé ekki bara eitthvað ógeðslega fallegt af þessum að verða foreldrar. Þú veist, það er fallegt af þessum að verða foreldrar. Í því efni sem við höfum fundið fötlun eða hinseginleika, þá er það oft svona í sitthvoru lagi. Annað hvort að tala fatlaða foreldra eða hinsegin foreldra. Og þú veist, það er ekkert mikið talað fatlað hinsegin fólk. Nema einmitt í fyrir nefndu svona inspirational vídeó eitthvað svona sé fallegt að með Down syndrom sé á mig líka. Já. Sem alveg bara fínt. En það er ekki gert ráð fyrir að fatlað hinsegin fólk verði foreldrar. Við ætlum að deila einstakar af þessari lífsreynslu bara meðgöngu og vera því að eignast barn. Og bara á Íslandi. Á Íslandi, já. Með það fyrir að opna umræðuna og bara auka sýnileika. Ef þið hafa áhuga á að fylgjast með okkar sögu, þá hvetjum við ykkur til að subscribe. Já, heitir það. Fylgjast með okkur á þessari YouTube-rás og við höfum líka reyna Instagram-síðu sem er Skútan okkar. Sem að fylgja þá þessari rás. Þar koma inn svona ólíkjumyndir á okkur, eða fyrst af mér, og einstakar myndir af köttunum okkar, þau heita Hrafnkell og Matthildur. Ef það er eitthvað sérstakt sem að þið hafi áhuga á að heyra okkur tala eða vita, þannig endilega að senda spurningar í komment eða Instagram.